skipti að tala til okkar. Þetta allavega eina skipti, kannski þarf eitt skipti í þessum mánuði. Það bara í lókmánuði. Við færum að tala núna og við ætlum bara við að blessa það sem hann hefur fram að færa. Svo fær hann að segja alveg helling í Afríku. Það er aldrei að vita hvort við sleppa hann, sjáum til með það. Já, komið sæl. Það er sumar í Afríku núna, í Kenía, en það er líka hálfgert sumar hérna. Þannig að það er svo yndislegt veðrið, gott gönguveður, að fara út svona í sólina og ferskt andrúmsloftið. Og það er svo mikið að þakka Guði fyrir landið okkar. Ég er bara innilega þakklátur fyrir það að eiga heima á Íslandi og þurfa bara að fara í heimsókn til Kenía. Amen. Já, í dag ætla ég að tala allt sem má ekki. Snorri, hann er með svo frábæra setningu og ég man hann aldrei, hann man þetta, það sem ekki má og skýrt og eitthvað svona, svo kemur þetta, ég man aldrei svona frasa. Ég man hvað klukkan er, hann gleymir því. Nei, það er stundum þetta, það sem ekki má, boð og bönn. Það eru svo margir sem halda að kristna lífið snúist bara boð og bönn. Já, ertu orðin kristinn, þá máttu ekki þetta, þá máttu ekki þetta og svo máttu ekki heldur þetta. En spurningin er, hvað segir Biblían um þetta? Og mér er svolítið athyglisvert að sjá það á Íslandi í dag að ungt fólk er að ganga til liðs við Íslam. Mér finnst það mjög sorglegt vegna þess að þar eru sannarlega boð og bönn. Og það má segja að Íslam byggi eiginlega bara á að hluta til á Gamla testamentinu úr Biblíunni. Vegna þess að þeir stúderuðu það, Múhameð stúderaði það og svo eitthvað lítið af Matteusar Guðspjalli og hann sat undir svona, hann var lærisveinn mann sem var kallaður költ í þá daga. En Biblían, Jesús kom til þess að gefa okkur það frelsi sem við áttum upphaflega í garðinum Adam. Og spurningin sem mig langar að spyrja ykkur, ég hef svo oft verið að ekki rífast en rökræða við fólk sem heldur það að boðorðin 10 séu hluti af Nýja testamentinu. En þess vegna ætla ég að spyrja, hvað eru margir, voru boðorðin 10 gefin í Getsemani eða Jerúsalem, hver fekk boðorðin 10? Þið sem eru að fermast, hvar komu boðorðin 10? Duttu þau niður úr skýjónum eða? Móse fekk þau, já, Móse fekk þau. Ok, við skulum lesa eitt vers hérna í upphafi sem segir í Jóhannesar Guðspjalli 1:17 lögmálið var gefið fyrir Móse, þannig að Móse fekk boðorðin 10, ekki Jesús. Nei, hann fekk eitthvað annað. Móse fekk boðorðin 10 en náðina fekk Jesús og náðin kom fyrir Jesús og sannleikurinn. Amen. Náðin og sannleikurinn kom fyrir Jesú. Og þetta er nefnilega svolítið magnað, en það er svo fáir, já ég segja fáir, það er ekki allir sem skilja þetta alveg, að náðin og sannleikurinn kom fyrir Jesú. Og það er sannleikurinn, það er ekki boðorðin 10 sem setja þig frjálsan, er það? Það er sannleikurinn sem setur þig frjálsan. Þú getur kunnað boðorðin aftur og bak og áfram
og verið þræll syndarinnar. En það er sannleikurinn sem setur okkur frjáls. Og ég sá það einu sinni að undir lögmáli þá getur líf þitt verið byggt á lygi. Sjáðu til, ef að ég veit kannski að þú ert sekur einhvern stóran glæp, en það er ekki hægt að sanna það á þig, að hvað er hægt að gera? Það eru mál á ferli, en málið er aldrei sannað, þá kemst þú upp með glæpinn þinn. En þú ert ekki að lifa í sannleikanum og þú ert ekki að lifa í náðinni, þú lifir undir lögmáli og þú lifir í lygi. Og þetta er það sem í raun og veru lögmálið skildi eftir, að maðurinn var sýknaður þar til hann var sakfelldur, eða hvernig við segjum það. Þannig að það er svo mikill munur á lögmáli og sannleika, og náð. Ef við tökum sannleikan og náðina, að þá er svo mikill munur á lögum. Lög eru alltaf sett til þess að vernda okkur, þannig að þau eru góð, en þau eru oft, af hverju höfum við hérna 63 mennin á Alþingi Íslendinga að semja lög allt árið, fram og tilbaka? Af hverju getum við ekki bara lifað í náðinni og sannleikanum? Hvað er að? Hvað þarf að vera að setja endalausa reglur og lög? Af hverju getum við ekki bara komið okkur saman að elska hvert annað, eins og Jesús sagði? Nei, lögmálið, það kom fyrir Móse, en náðin og sannleikurinn kom fyrir Jesúm Krist. Og sjáðu til, það er svo mikill munur á Gamla testamentinu og Nýja testamentinu. Í Gamla testamentinu munið þið að þeir færðu fórnir, prestarnir áttu að færa fórnir, og svo þurftu þeir að færa aftur fórnir á næsta ári. Þú komst og þú skrifaði hjá þér alla syndirnar þínar fyrir árið, þetta er svona svipað á kaþólikarnir gerir í dag, og svo komstu með syndapakkan og þú komst með hvort það var uxi, hrútur eða dúa eða þú varst fátækur, og komst til pressins og færðir honum dúuna og játaði syndir þínar, og þá var synd þín hulin það árið þangað til næst. Hún var ekki fjarlægð, hún var ekki hreinsuð, hún var bara hulin. En í Nýja testamentinu þá er syndin okkar fjarlægð. Eftir að Jesús kom, þá er syndin fjarlægð. Og þá getum við verið í sannleikanum og þá getum við verið frjáls. Og þetta er munurinn. Að syndin í Gamla sáttmála var hulin, og þú kannski fékkst fyrirgefna syndina, en þú lifðir áfram með sektarkenndina. Eftir að Jesús kom, að þá ertu laus við meðvitund synd, segir Hebreabréfið. En við skulum skoða aðeins lögmálið. Lögmálið vekur reiði. Og ég veit að krakkarnir hérna inn eru sammála mér það. Þegar pabbi segir, þú ferð ekki út í kvöld, að þá ertu ekkert glaður og segir, takk pabbi, elsku pabbi, ég elska þig. Nei, þú segir, hann má fara út. Af hverju má hann fara út og ekki ég? Lögmáli vekur alltaf reiði. Þannig að, en ef að pabbi segir, elsku kallinn minn, nú skulum við fara út. Kannski viltu ekki endilega, þú vilt kannski freka fara með vinið þínum heldur pappa, en allavega, ef að pabbi sýnir smá skilning og hann hefur smá common sense eins og úlingar hafa, af því að pappar að þeir vaksa upp úr vitinu stundum, en við úlingarnir, við vitum allt. Og þið úlingar, þið vitið það, að gamla fólki, það fattar þetta ekki. En gamla fólkið, það setur okkur lög og reglur, og Guð, hann setur okkur líka lög og reglur. En lögmáli vekur alltaf reiði.
Þú er reiður þegar þú ert tekinn fyrir ofraðan akstur. Við verðum reið þegar einhver er að segja okkur þetta og segja okkur hitt. En síðan segir, gæska Guðs, hún leiður okkur alltaf til iðrunar. Ef einhver kemur, þú ert brotlegur og einhver kemur og segir, æjæ, voðalega er þetta leiðinlegt og tekur utan og segir, ég skal hjálpa þér að laga þetta. Þá segir já, þetta var rangt hjá mér, ég gerði rangt. Sjáðu, miskunn, ef einhver kemur og er miskunnsamur og góður, það leiðir þig til iðrunar. Þá ertu tilbúin að játa, ok, þetta var rangt hjá mér. En lögmálið, boðin og bönnin, þau vekja yfirleitt reiði. Og það eru margir sem hafa reynt að þóknast Guði með eigin verkum, en Biblían kennir að aðeins fyrir trú er hægt að þóknast Guði. Og ég er svo þakkláttur fyrir það að við getum bara trúað. Trúin aðeins fyrir trú er hægt að þóknast honum. Ég þarf ekki að halda þessi boð eða þessi boð, ég bara þarf að elska hann. Það er málið. Ég bara elska hann. Og þá elska ég að gera það sem hann vill að ég geri. Í frumkirkjunni þá var þetta vandamál, svo sem það er ennþá í dag. Það er þetta með boðorðin og hvíldardaginn. Ég heyrði fólk tala það hérna fyrir nokkrum árum að ef við vildum virkilega sjá vakningu á Íslandi, þá þurftum að fara að halda hvíldardaginn. Ég meina, hvíldardagurinn var hvíldardagur gyðinga. Hann hefur aldrei verið hvíldardagur kristinna. Hann var hvíldardagur gyðinga. Og það var dauða sök að halda hann ekki. Og af hverju ættum við við værum löngu dauð þá öll sömun. Sjáðu til, hvíldardagurinn hefur ekkert með kristindóm að gera. Í Hebreabréfinu 4. kafla, ef þið lesið þann kafla, þá er hvíldin okkar í Kristi. Hún kemur engum degi við. Hvorki sunnudegi eða laugardegi. Hvíldin er í Jesú Kristi. Hvíldin er í Jesú Kristi. Og ef þú ætlar að setja dag þar inn í, Páll segir að sumir meta alla daga jafnt og aðrir sem sagt hafa gætur á dögum, en hann segir, látið ekki hafa af yður hnossið, ekki láta taka frelsið frá ykkur. Hvíldin í nýja sáttmálanum er í Jesú Kristi. Og þegar Guð talar annan dag í sálminum, að þá talar hann upprisu dag Jesú Krist. Það er sálmur 24 eða 124 eða 118. Það er einhver stað þar. Þá talar hann annan dag. Hann er ekki að tala að Guð ætla að breyta hvíldardeginum yfir í annan dag. Hann er að tala að það mun koma dagur þegar kemur nýr sáttmáli sem mun gefa okkur kost á að lifa í sannleika og í náð. En þetta var vandamál í frumkirkjunni og þá voru þeir ekki endilega að tala hvíldardaginn. Í postulasögunni 15. kafla að þá voru gyðingarnir sem höfðu tekið kristna trú. Gyðingarnir tóku fyrst kristna trú að þeir, ef við lesum frá 15. kafla vers 1, þá komu menn sunnan frá Júdeu, kenndu bræðrunum svo, eigi getið þér hólpnir orðið, nema þér látið umskerast að sið Móse. Varð misklíð og þræta milli þeirra og Páls og Barnabasar og réðu menn að Páll og Barnabas og nokkru þeirra aðrir færa á fund postulana og öldungana upp til Jerúsalem vegna þessa ágreinings. Þannig að við sjáum að það kom hérna inn truflun eða órói og menn vildu að bæta oná fagnaðarerindið. Sko, þú getur ekki alveg frelsast nema þú sért umskorinn, þú getur ekki alveg frelsast nema þú haldir hvíldardaginn eða nema þú borðir ekki svínakjöt eða eitthvað svona. En sjáðu til, málið var tekið fyrir og það er svolítið athyglisvert að segja hér, að lesa hér, að þeir koma hérna saman. Ef við lesum frá versi 6, postularnir og öldungarnir komu nú saman til að líta á þetta mál. Eftir mikla umræðu reis Pétur á fætur og sagði við þá, bræður, þér vitið að Guð kaus sér það fyrir löngu, yðar á meðal að heiðingjarnir skyldu fyrir munn minn heyra fagnaðarerindi og taka trú. Og Guð sem hjörtum þekkir bar þeim vitni hann gaf þeim heilagan anda eins og oss. Engan mun gerði hann á oss og þeim hann hreinsaði hjörtu þeirra með trúnni. Hví freystið þér nú Guðs? Takið þetta sorði. Hví freystið? Af hverju þið að reyna að
testa, af hverju er að reyna Guð, freista hans. Með því að leggja ok á hals lærisveinana er hvorki feður vorir né vér megnuðum að bera. Mér fannst þetta mjög öflugt að ef þú ætlar að fara að bæta einhverju við fagnaðarerindið, að þá ertu að freista Guðs. Watchman Nee, hann sagði, Watchman Nee, ég veit ekki hvað margir þekkja Watchman Nee, hann var kínverskur fræðimaður, hefur skrifað sennilega 20-30 bækur, var í fangelsi í mörg ár. Hann sagði, þar sem menn halda hvíldardaginn, þar er ekki kristindómur. Hann sagði, það er alveg sama, ef þú ætlar að halda hvíldardaginn, þá getur það alveg eins farið að færa fórnir á ný. Það er nákvæmlega það sama. Það var hans skoðun á málinu. Þannig að við eigum heldur ekki að freista Guðs með því að halda að við réttlætumst fyrir að halda hvíldardaginn. Jesús bar þetta allt saman. Jesús dó fyrir okkur. Hann dó fyrir syndir okkar. Þannig að málið var tekið fyrir, og ef við lesum hérna í þetta með umskurnina, þetta var togstreita í frumkirkjunni milli Páls og Barnabasar og svo hinna gyðing kristnu. Hér senda þeir bréf til kirkjunar í Antíókíu og segja, við höfum heyrt, vers 24, kapli 15, Postulasagan, við höfum heyrt að nokkri frá oss hafi óróað yður með orðum sínum, komið róti á hugiðar án þess að við hefðum neitt boðið. Þá höfum við einróma álíktað að kjósa menn og senda þá til yðar með vorum elskaða Barnabasi og Páli. Mönnum er lagt hafa líf sitt í hættu vegna nafns Drottins vors Jesú Krist. Við sendum því Júdas og Sílas og boða þeir yður munnlega hið sama. Og takiði nú eftir næsta versi, það er vers 28. Hvað segir það? Það er ályktun. Já, hver er heilagur andi? Hann er Guð. Þannig að það er ályktun Guðs. Það voru ekki einhverjir menn. Það var og okkar, en það var Guð sem var með í ráðum. Ályktun Guðs, ályktun heilags anda og vor, að leggja ekki frekari byrðar á yður en þetta sem nauðsynlegt er, að þér haldið þau frá kjöti, fórnum, skurgoðum, blóði, kjöti af köpnuðum dýrum og sölifnaði. Og borðið ekki svínakjöt og haldið hvíldardaginn. Nei, það stendur ekki. Það segir bara, það er ályktun heilags anda og vor að leggja ekki frekari byrðar á yður en þetta, að þér haldið þau frá kjöti, fórnuðu skurgoðum eða skurgoðadýrkun, blóði, kjöti af köpnuðum dýrum og sörlifnaði. Ef þið varist þetta, gjörið þið vel. Þannig að það var ekki, þetta voru boðin og bönnin sem voru lögð fyrir kirkjuna í upphafi. Það voru ekki fleiri boð og bönn. Ha? Það er engin blóð. Nei. Ég veit ekki hvað það er einu sinni. Ok. Síðan er það að boðorðin, þau voru sem sagt boðorðin og fæðan, við getum kíkt á það, að Jesús hann lýsti alla fæðu hreina, og þá var hann að tala í Markús 18 að það er ekkert sem ekkert af því sem fyrir inn í mannin sörgar hann, bara það sem fyrir út af munni hans. Þetta er Jesús Kristur í Markús 7:18. Ef við fáum það, Markús 7:18. Hann segir, eru þið einnig svo skilningslausi, skiljið þið ekki að ekkert sem fer inn í mannin utanfrá getur sörgað hann. En það sem fer út, það, ef við fáum næsta vers, því að ekki fer það inn í hjarta hans heldur maga og síðan út safnþróna, og þannig lýsti hann alla fæðu
hreina. Kemur ekki svo eitt hvað í viðbót þarna? Hann sagði það sem fer út frá manninum, það sem fer út frá manninum, það saurgar mannin. Og þá hann að tala það sem við tölum. Og það líka Páll og Tímóteus, þeir tók á þessu og þá erum við að tala boðorðin og lögmálið. Af því að það svo margir sem vilja taka þann skilning inn í sem sagt, fagnaðarerindið að lögmálið og boðorðin sé hluti af fagnaðarerindinu. Það segir náðin og sannleikurinn kom fyrir Jesúm Krist. Ef við lesum hérna frá versi 8 í 1. Tímóteusar bréfi 1. kafla, þá segir við vitum að lögmálið gott, noti maðurinn það réttilega. Viti að það ekki ætlað réttlátum, heldur lögleysingjum, þverbrotnum, óguðlegum, syndurum, vanheilögum, óhreinum, föðurmorðingjum, móðurmorðingjum, manndrápurum, frillilífsmönnum, mannhórum, mannaþjóum, lygurum, meinshærismönnum og hvað sem það nú annað sem gagnstætt hinni heilnæmu kenningu. Það samkvæmt fagnaðarerindinu dýrð hins blessaða Guðs sem mér var trúað fyrir. Við vitum að lögmálið gott, noti maðurinn það réttilega. Þannig að það eiginlega, hér kemur svar við spurninguna því að stundum hef ég fengið þessa spurningu frá aðventistum, af hverju viljið þið sem sagt halda eitt boðorð en ekki þetta boðorð. Okkur hefur ekki verið sagt að halda nema eitt boðorð og það að elska drottinn Guð af öllu hjarta og elska hvert annað af öllu hjarta og á því boðorði hvíla allt lögmálið og spámennirnir, segir Matteus 22:40. Að kærleikurinn, nýja boðorðið sem Jesús gaf okkur, það grundvöllurinn undir sem sagt lögmálinu og spámönnunum. Þannig að þetta að þurfa að halda daga, og ég þekki fólk sem farið að halda páska, hvítasunnu og vill ekki vera í samfélagi þar sem þetta ekki gert. Þannig að það ekki að vera í sannleikanum, það að trúa lyginni. Sjáðu til, við réttlætumst ekki fyrir að halda páska, við réttlætumst ekki fyrir að halda hvítasunnuhátíð, við réttlætumst fyrir trúna á Jesúm Krist, aðeins fyrir trúna á Jesúm Krist. Þannig að það alveg sama hvað þú ætlar að reyna að gera til að þóknast Guði umfram það. Það eins og að hliðstætt og að ef þú vilt gefa hérna í fílu í fórnina, hann píndi mig til að gefa, segja sumir, hann predikaði svo opbóðslega að ég bara gaf og ég gaf 10 skall og mér langaði ekki að gefa hann. Og sjáðu til, þú hefði betur ekki gefið hann vegna þess að Guð, hann elskar glaðangjafara. Hann tekur ekki við gjöf sem að þú gefur í fílu. Þannig að Guð tók bara ekki við þessari gjöf. Einfalt mál. Þannig að ef við ætlum að fara að bæta einhverju við náðina og sannleikan, að þá það ekki Guði þóknanlegt. Og þá kannski kemur þessi spurning sem svo margir spyrja. Það Matteus, við skulum fara í Matteus að Guðspjall, 5. kafla, og þar eru orð Jesú Krists. 5. kafli. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina, ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Sannlega segir þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn stafkrókur
falla úr lögmálinu uns allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki. En sá sem heldur þau og kennir mun mikill kallast í himnaríki. Og svo kemur hérna, en ég segi þér, ef réttlætið ber ekki af réttlæti fræðimanna og farisea, komist þér aldrei í himnaríki. Þér hafið heyrt var sagt við forfeðurnar, þú skalt ekki morð fremja. Hérna kemur lögmálið. En ég segi þér, hver sem reiðist bróður sínum, hann skal svara til saka. Og svo heldur hann áfram, sá sem hrakyrði bróður sinn. Hérna ber Jesús saman lögmálið og sannleikan og náðina. Að hérna lögmálið ennþá til staðar, en Páll búinn að segja okkur fyrir hverja það er. Og Páll segir líka í Rómverjabréfinu að fyrir lögmál kemur þekking syndar. Lögmálið hjálpa þér aldrei til að lifa ekki í synd, hún bara bannaði það. Boðorðin hjálpa þér ekki neitt, þau bara banna þér. Náðin og sannleikurinn hjálpa þér, heilagur andi hjálparinn. Þannig að þetta með að stafkrókurinn hann falli ekki úr gildi. Ef við hugsum okkur svona mynd af húsi sem í byggingu og það eru stillastar í kringu, það eru kranar og það þetta og þetta og það alls konar svona skilti á því að þetta má og þetta má ekki, svo kemur vinnueftirlit og tekur staðinn út og og sjáðu til að þú mátt ekki fara hérna inn á ef þú ert ekki að vinna og þú ert að hafa svona stillasa og þetta og það má ekki vera þetta og það er alls konar svona smáatriði. Svo þegar búið að byggja húsið, hvar þá allt lögmálið? Það þarf ekki lengur. Það þarf ekki. Sjáðu til, Hebreabréfið segir, talar að það var það hús sem Móse þjónaði og svo það húsið sem að Kristur, 3. kaflinn í Hebreabréfinu, það húsið sem að Kristur byggði og við erum hans hús. Lögmálið var í húsi Móse, í tjaldbúðinni og í Salómonsmusterinu, en við erum annað hús, sem sagt húsið okkar fullgert, það fullkomnað. Þannig að stillastarnir eru farnir og allt þetta, þeir eru notaði bara fyrir næsta hús eða hvað það en sjáðu til að þegar húsið fullgert, þá lögmálið farið. Og Jesús Kristur, þegar hann byggði sitt hús, þá sagt að hann endalok lögmálsins. Hann fullkomnaði lögmálið. Þannig að nú lögmálið hans í hjörtum okkar. Við þurfum ekki spjöld eða töflur, það innra með okkur, við elskum að gera Guðs vilja af því að hann elskar okkur. Og þegar Páll kendi þetta sem ég að tala í dag, þá sögðu þeir, eins og segir í Rómverjabréfinu, eigum við þá að synga af því að við erum ekki undir lögmáli heldur undir náð. Rómverjabréfið 6:15, megum við þá synga af því að við erum ekki undir lögmáli heldur undir náð. Svo segir Páll, sumir bera mig þeim óhróðri að ég kenni þetta. En hann sagði fjarri fer því. Það náð Guðs sem kennir okkur samkvæmt Títusarbréfinu að hafna öllum óguðleik. Náðin kennir okkur að hafna. Og málið það, þegar við berum þetta saman, ef þú átt einhvern vin sem eða segjum að þú eigir vinnir hjá einhverjum sem voðalega strangur og leiðinlegur og alltaf að finna og býður eftir því að þér verði á og gerir mistök og þá bara dreigið að kaupinu þínu, eða þú vinnur hjá einhverjum sem hjálplegur og hann kennir þér allt og ef þið verður á þá kemur hann og bara hjálpar þér og styður og segir, heyrðu, svona gerum við þetta næst. Það myndin af lögmáli og kristindómi. Jesús Kristur í náðinu og sannleikanum, hann okkar, heilagur andi okkar hjálpari. Hann hjálpar okkur á veginum. Hann hjálpar okkur. Þetta snýst ekki boð og bönn, þetta snýst það að við erum endurleyst og við erum keypt með hans blóði og hann hefur
sett okkur, við erum hans hús og hann hefur sett okkur sem steina í sitt musteri og við erum frjáls í náðinni og sannleikanum. Við getum ekki verið frjáls undir lögmáli. Við erum frjáls í náðinni og sannleikanum af því að við getum, sjáðu til, ef mér verður á, þá tala ég við hann. Ég er alltaf í sannleikanum. Ég reyni ekki að fela það. Undir lögmálinu, þá var það falið og það þurfti að lögsækja mig til þess að sekt mín yrði sönnuð. En í Kristi, þá er ég frjáls, af því ég get alltaf talað við hann að hann sér allt. Og ef ég hugsa eitthvað sem er honum vanþóknanlegt, þá sér hann það. Hann skynjar hugsanir mínar álengdar. Það þýðir ekkert að fela það. Ég verð bara að tala um það við hann. Og það geri ég. Ég hef lært það. Og þá lifi ég í sannleikanum og náðinni. Sjáu, það er svo mikill munur á þessu. Við getum ekkert þóknast Guði. Ef mér verður á ég þá að fara að borga fyrir það eða gera eitthvað annað fyrir það. Nei, það er miklu betra að vera í náðinni, sannleikanum, játa syndir mínar, þá er hann trúr og réttlátur og hann fyrirgefur okkur syndirnar. Og eitt annað dæmi munin á lögmáli og náð er það sem Páll segir við þá í Korinthubréfinu 11. kafla að hann segir við þá að þeir eigi að dæma syndina í lífi sínu. Undir lögmáli þá datt mönnum aldrei í hug. Þeir reyndu að komast undan því að vera dæmdir og þeir voru ekki að dæma sig sjálfir. En í Kristi þá viljum við dæma það sem er rangt í okkar lífi. Til þess, segir ritningin hérna, við verðum ekki dæmd sek ásamt heiminum. 11. kafli, við skulum bara lesa þetta vers. Þetta er gott í endirinn hérna. Fyrra Korinthubréf, held ég, 11. kafli. 31. vers. Ef við dæmdum sjálfa oss, yrðum við ekki dæmdir. Ef við dæmdum sjálfa oss, yrðum við ekki dæmdir. Það getur því. Ef við dæmum okkur sjálf, þá erum við ekki dæmd. Þá göngum við frá málinu. Þetta er svo mikið lykilatriði ef þú ert Guðs barn. Dæmdu bara syndina sjálfur og talaðu það við Drottinn. Þá ertu frjáls, þá ertu laus og sannleikurinn gerir þig frjálsan. Það er málið. En fyrst Drottinn dæmir oss, þá er hann að oss. Ok, þú eða ég, við dæmdum ekki syndina og nú kemur hönd Guðs. Heyrðu, þú gerir þetta og þú heldur bara að þú megi gera þetta. Og þá byrjar hann að aga mig. Og af hverju er hann að gera það? Svo ég verði ekki dæmdur sekur ásamt heiminum. Þannig að ennþá er kærleikur Guðs til staðar. Þannig að ef við lifum í náðinni og sannleikanum, þá bara dæmum við okkur sjálf. Og blóð Jesú hreinsar oss af allri synd. Og mér finnst þetta svo frábært að vera frjáls. En það er líka svo sorglegt og það hefur verið alveg frá upphafi, hvað það er verið að tróða inn alls konar ánauðar oki til þess að gera gönguna með Guði erfiðari heldur hún þarf að vera. Sjáðu, Páll segir, ekki láta aftur leggja á yður ánauðar og til frelsis frelsaði Kristur oss. Hann frelsaði okkur til frelsis. Amen. Já. Já. Amen. Það er sem ekki blessun, til þess að hegða skatti föður og móður, það er ekki blessun, svo er blessaður í því. Það skiptir miklu meira máli að fylgja Jesú heldur en lögum, svo það er takk kærlega fyrir að segja. Amen, já. Já, amen.
Hvíldardagurinn er gerður fyrir okkur svo sannarlega, eða var gerður fyrir þá, og þegar við lesum hann í Gamla testamentinu, þá var hann gerður til að varðveita þrælana, ambátturnar og skepnurnar, að það væri ekki öllu þrælað út. Þetta var til að vernda fólk. Þannig að, já, Guð er góður. En það er hérna eitt vers í Jóhannesar bréfinu sem segir að sá sem fæddur er af Guði, hann syngar ekki. Eðlið í okkur er ekki eðli syndar, þess vegna þarf Guð ekki boðorðin 10 til að gera það sem rétt er, og ef að þú ert Guðs barn og hefur Guð innra með þér, þá þarfst ekki að hafa skrifuð boðorðin 10 fyrir framan þig til að gera það sem rétt er. Það er eðlið þitt að gera það sem þau segja, og það er munurinn. Já, við erum ný sköpun. Já, amen. En nú ætlum við að ganga að borði Drottins og meðtaka sáttmála blóð hans og líkama hans, og ég er svo þakkláttur fyrir það að við erum líkami. Við erum hluti af líkama. Og við gleymum því stundum, við erum líkami. Að við höfum ekki okkar trú fyrir okkur sjálf, við erum hluti hvert af öðru. Og þess vegna tökum við brauðið, það er eitt af því að við erum líkami, blóðið hans, við minnumst þess hvers hann hefur gjört, að það er fullkomnað. Það er fullkomnað. Hann hefur dáið fyrir syndi mínar, hann hefur dáið fyrir sjúkdóma mína, hann mun aldrei sleppa mér hendinni, aldrei yfirgefa mig. Takk fyrir Gíti minn, þetta er búið að vera ágætis biblíulestur. Og við ætlum að ganga að borði Drottins og minnast þess hvað við eigum í Kristi. Ég er hugsað til þess sem að